Hæ, Guðrún Bergmann hér. Það er mér sönn ánægja að kynna viðmælanda minn í dag, hann Sigurð Hólmar Jóhannesson, sem að mér finnst kannski fyrst og fremst vera stórkostlegur mannvinur og hugsjónamaður, en hann er líka formaður Hampfélagsins. En hvað kom til að þú fórst að hafa áhuga á hampi, Sigurður? Já, það var það kom út af því að dóttir mín er með sjaldgæfan taugasjúkdóm og árið 2012-13 eitthvað, þá var ég mikið og er ennþá oft að skoða svona inn á PubMed, þar sem eru útgefnar rannsóknir, og þá fór ég að rekast á þetta CBD öðru hvoru og sérstaklega varðandi flogaveiki. Og á þeim tíma var dóttir mín nú ekki byrjað að fá mikið af flogakostum, en svo breyttist það og hún fór að fá svona grandmalflog sem eru svona versta tegund af flogum. Vá. Og já, hún var að fá þau sko svona einu sinni tvisvar í mánuði, svona að meðaltali kannski. Og Sem er mjög mikið, er það ekki? já, það er mjög mikið sko, og það hefur rosalega mikil áhrif líka bara á þroska og þannig að ég var alltaf að sjá þetta CBD eitthvað í tengslum við samt flogaveiki. Og síðan var þetta orðið mjög slæmt hjá henni árið 2017, bæði sko var hann að fá mikið af þessum flogakostum sem voru alltaf þannig að við enduðum niður á spítala og þetta var svona sólarhrings prósess, og svo var hún náttúrulega rosa þreytt næstu dag á eftir, og þetta var farið að hafa mikil áhrif á þroskan hennar og skapið og ýmislegt annað. Þetta var svona ofan á hennar sjúkdóm sem er sko lömunar og krampaköst, krampar í útlimum, í vöðvakrampar. Þannig að þetta var í rauninni auka lag ofan á sjúkdóminn. Já, ofan á allt annað sko. Svo var hún líka þroskaskerðingu og mjög alvarlega og svona eiginlega öll einkenni allra annarra taugasjúkdóma. Hún erfitt með fínhreyfingar og grófhreyfingar líka, og þannig að þetta var svona þessi flogaköst komu ofan á allt annað sko. Og þannig að árið 2017 þá ákvað ég að fara til Bandaríkjanna og hitta þar fyrirtæki sem heitir Charlotte's Web, sem er eitt af stóru svona CBD fyrirtækjunum eða cannabis fyrirtækjunum í Bandaríkjunum. Og ég fer til þeirra og fer í gegnum allt þeirra svona framleiðsluferli og hvernig þeir vinna þetta, og þetta var mjög flott. Þetta var svona eins og að fara inn á bara rannsóknarstofu sem ég hafði gert áður í tengslu við sko rannsóknir á sjúkdómum dóttur minnar. Og allt og reglugerða batteri í kringum þetta var rosalega svona öflugt, og þannig að ég kem heim bara með nokkra flöskur af CBD-olíu og í samráði við taugalækninn hennar og við byrjum að gefa henni, og ég byrja að taka líka sjálfur á sama tíma því ég hafði sjálfur þróað með mér taugasjúkdóm og þurfti að hætti vinnu út af því. Var ekki líka bara álagið á þig svo mikið? Jú, það er náttúrulega bara út af því sko, út af álagið. Tilfinningalegt og líkamlegt. Já. Og svo byrjum við bæði að taka þetta í júlí 2017, og svo förum við að taka til því að það verður breyting á henni, og sérstaklega á þriðju vikunni þá sjáum við að hún var rosalega einhverf á þessum tímabili og var lítið að horfa í kringu sig, að tala við fólk, en svo sjáum við að hún byrjar allt í einu að líta upp úr iPadinum og horfa í kringu sig og að tala og segja okkur frá því sem er að gerast, og orðaforðinn fer að aukast, og við sjáum bara alls konar hluti gerast með hana, og fyrir utan það að hún er ekki að fá neinn flogkost. Stórkostlegt. Já, alveg stórkostlegt. Svo heldur þetta bara svona áfram, alltaf betra og betra, og við lækkum lyfin hennar til móts við CBD, eða því að CBD getur aukið virknina á floglyfjum Já. og líka ópíólyfjum sem hún er að fá daglega út af taugaverkjum.
eða sem sagt ekki ópíóða heldur bensó lyfjum Já, og en það getur líka aukið sem sagt, virkni ópíóðalyfja og þannig að við bara lækkum það allt á móti og erum komin niður í svona 1/3 af því sem hún tók áður af lyfjum. ótrúlega. Já, sem er í rauninni ótrúlegt vegna þess að þarna ættu þessi lyf ekki vera að virka í svona lágum skammti en þau gera það samt að því að CBD hækkar það svo mikið. Styður við það, já, já. Já. Þannig að já, þarna og síðan sem sagt bara heldur þetta áfram og hún er að taka CBD ennþá í dag 7 árum seinna og hefur ekki fengið eitt einasta flúorkast síðan. Er það virkilegt? Það er bara virkilegt. Vá, en Ja. þetta er ótrúlegt alveg. Og ég fann líka rosa mikla breytingar sjálfur mér. Ég var alltaf rosalega mikið þreyttur. Þurfti að leggja mér nokkuð sem á dag. Ég var með svona svima og sjóntruflanir og þú veist bara mikið að taugakerfinu hjá mér sko. Já, En ég fer að fá aftur svona bara kraftinn minn sem ég hafði áður og fór að geta stunda vinnu allan daginn og þannig að við vorum bæði bara á mikilli uppleið á þessum tíma sko. stórkostlegt. Og síðan sem sagt 2019 þá hefur sambandið með kona sem heitir Þórunn Þórs Jónsdóttir og þá hafði hún verið sem sagt í sinni baráttu þar sem að hún lenti í bílslysi og var í mikilli endurhæfingu og hafði þar sem sagt kynnst kannabis og hafði hjálpað henni mikið og svo höfum við líka hafði hún samband við fleira fólk, bændur og aðra Já, og það varð úr að við stofnuðum Hampfélagið 2019 og þannig það er 5 ára. þannig að það er 5 ára, já. Já, Einmitt, það er 5 ára bara núna í september einmitt, við stofnuðum það í september. já, stórkostlegt. Já, og við stofnuðum það í september og höldum svo ráðstefnu bara strax í október, bara í byrjun október. Ég voru bara valla komin úr fæðingarfötunum. Við vorum bara valla búin að halda einn stjórnarfund þá komum við ráðstefna sem við heldum í á Grand Hotel og það var bara, við vissum ekki, ég held að það kæmi kannski 10 manns. Já, En það var bara fullt út úr dyrum og fólk þurfti bara að hverfa frá vegna þess að það var ekki pláss. Það var staðið bara með öllum veggjum og við vorum þarna með sem sagt Pálma Einarsson sem bóndi og frumkvöðull í hamparæktun á Íslandi. já, Með Stuart Titus sem stjórnarformaður Marijuana Incorporated sem fyrsta félagi sem fór að marka í Bandaríkjunum með kannabisvörur sko. já, Og svo vorum við Maren Kring sem ljósmyndari sem hefur farið allan heiminn og dokumentað samfélög þar sem verður að nota hampinn og hefur meðal annars gefið út bók sem gerð úr hamppappír. Þannig að heiði. og svo var ég með smá erindi varðandi mína reynslu og svo vorum við með einn frá Kannavei og maður sem var að vinna hjá fyrirtæki sem heitir Kannavei og líka verið að vinna hjá evrósku European Industrial Hemp Association sem svona regnhlífasamtök fyrir hampbændur í Evrópu. Er mikil aukning á ræktun á hampi í Evrópu? Já, það það sko. Það skortur á hampi bara í heiminum. Það vantar fleiri ræktendur. Í framleiðslu meinar þá til þess að hægt að framleiða olíur og annað þess aftar? Já, bara allar þessar vörur sem gerðar úr hampi og það náttúrulega orðið mikið líka framþróun í byggingariðnaðinum varðandi hampinn af því að sko þegar þú notar kurlið eða það sem þú notar í byggingariðnaðinum í rauninni þú býrð til einangrun úr hampkurli sem
í rauninni kjöti sem innan í stilkunum Já, og blanda það saman við læm, kalk já, og vatn og þá ertu bara komið með hampsteipu. já, Þessi 3 element og þessi hampsteipa, hún mun meira einangrandi heldur en venjuleg steipa en hún ekki burðarefni samt, sko. Þú þarft alltaf að hafa burðarefni og svo notar þetta bara sem einangrun, já. hampsteipuna. En hún sem sagt andar þannig að hún, það myndast ekki mygli í henni. Hún getur ekki brunnið, hún þolir alveg rosalega háan hita og hún veitir alveg einstaklega góða einangrun og heldur í rauninni, ef það væri engin ofn eða neitt inn í húsinu, þá heldur hún svona stöðugum 11-12 gráðum inn í húsinu. Það ótrúlegt. Það bara algjörlega ótrúlegt. Já. Það í rauninni fullkomið fyrir svona víngeymslur. Þetta svona fullkomið hitlast eitthvað. Einangra það. Þetta svolítið áhugavert út af því að það hafði samband með kona fyrir ekkert svo löngu síðan og hún sagði mér að tengdasonur hennar væri múrari. Já. Og hann var svo spenntur að læra það hvernig hann geti notað hampinn í múrverkinu. Einmitt. Akkurat. Eina vandamálið bara skortur á efninu sjálfu. Skortur á hampinum. Hvernig við sem Ísland í stakk búin til þess að geta ræktað hamp? Sko, við með rétta yrkinu, af því að það eru þúsundir af yrkjum til. Já. Við þyrftum eitthvað svona norður eitthvað yrki sem virkar á norðurhjara. Hvað Pálmi að nota? Hann hlýtur að vera að nota eitthvað sem að virka. Já, sko. Það hann í gróðurhúsi. Já, hann bæði að rækta inn úti, sko. Já. En sko, það sem að við megum nota eru bara yrki sem eru skráð í svona evrópsku yrkjaskrána og þau yrki eru yfirleitt taka það langan tíma að verða fullvaxta að það svona duga varla sumarið okkar. En það eru til önnur yrki sem mun hafa styttri líftíma, eins og Alaska yrki og svoleiðis, en við bara höfum ekki ennþá aðgang að þeim. Og það svona eiginlega eina sem stendur í vegi. Ef við hefðum aðgang að yrki sem að vex á 2 mánuðum, þá væri það bara mjög auðvelt að rækta hérna á Íslandi. Er þetta reglugerðarmál eða er þetta bara? Þetta rauninni Evrópureglugerðarmál. Það þarf að koma þessu bara inn í, af því að Ísland skrítið og það við erum náttúrulega ekki í Evrópusambandinu, en við förum samt meira eftir Evrópusambandslöggjöfum heldur en mörg Evrópusambandslög, þannig lönd. Evrópusambandsríki, já. Já, það bara þannig, sko. Við förum, sko, above and beyond í mörgum reglugerðum og tökum þetta allt inn og horfum ekki eins og ná hvort þetta sé í rauninni gott eða slæmt fyrir landið okkar, sko. Nei. Það þetta bara svona afritað það sem sent frá Brussel. Já. Skrifað undir og samþykkt, já. Það skrifað undir og samþykkt og það ekki einu sinni þýtt, sko, í sumum tilfellum og eins og maður hefur tekið eftir þegar maður að reka fyrirtæki á Íslandi og stofnanir koma og segja manni að maður þurfi að fylgja einhverju reglugerð frá Evrópu. Já. Og svo bendaði manni bara einhvern lekk þar sem maður fer inn og það alltaf á ensku eða samt öllum Evrópusambands tungumálum en ekki íslensku. Já. Maður finnst það svona lámars krafa ef við erum að taka allar þessar reglugerðir inn að það sé þá þýtt á íslensku. Sammála, algjörlega. En það tungumála okkar, sko. Já, það verndað í öðru orðinu en ekki hinu. Það svolítið svoleiðis. En þið eru núna, ég veit ekki hvort að það í tilefni 5 ára afmælisins eða bara út af því að þið eru svo hugrakk og bjartsýn hjá Hampfélaginu. Þið eru að setja eða halda núna alþjóðlega ráðstefnu þar sem þið eru að bjóða fullt af erlendum aðilum að koma og halda fyrirlestra. Já.
Já, þetta náttúrulega í rauninni bara tilviljun að það 5 ára afmæli en það svona svolítið meira hugrekki í þessu af því að við erum að í rauninni halda svona alþjóðlega ráðstefnu sem þar sem við erum að fá inn 16 fyrirlesara og þeir í rauninni snerta á öllum málum þar sem að hampurinn getur komið að. Og bæði í sambandi við þá bara ræktun og ekki bara ræktun á hampi heldur bara hvernig hampurinn getur undirbúið til dæmis jarðveginn fyrir aðrar plöntur. Og hampurinn getur líka hreinsað upp jarðveg. Þetta er ótrúlega planta sko, hún hefur verið notuð til að hreinsa upp jarðveg í kringum til dæmis kjarnorku slys. Já, vá, það er ótrúlega. Það regur í sig allt úr andrúmsloftinu bæði úr sem sagt jarðveginum en líka úr andrúmsloftinu sko. Já. Og hampurinn í rauninni sko er 20 sinnum öflugari heldur en tré til þess að draga í sig CO2. Já. Og náttúrulega lifir, það bara gerist á 3 mánuðum og svo bara kemur önnur ræktun og önnur ræktun og önnur ræktun meðan þú ert með tré sem að þú getur ekki tekið niður fyrir eftir 20 ár sko. Já. Sem sagt vaxtartíminn cirka 2 til 3 mánuðir á hamplöntu? Já, svona 3 mánuðir. Já. 3 til 4. Já. Já. Þannig að þú getur rauninni verið með 3 uppskerur á ári. Ef þú ert í landi sem að þú getur ræktað allt árið. Já. En til dæmis ef við myndum rækta þetta í gróðurhúsum á Íslandi? Já, þá getur þú gert það. Þá getur þú verið með 3 uppskerur á ári. Það er náttúrulega ótrúlega flott. Já, það er alveg svakalega flott. Já, og nú er rafmagnsskortur, orkuskortur. Það er nú engin skortur á orku, þetta er bara spurning hvernig þú horfir á það. Já. Hvernig stelur hana í einhvern óþarfa eða eitthvað sem skiptir máli. Já. Sko, er áhugi meðal íslenskra bænda á þessum möguleika í ræktun? Það er gríðarlegur áhugi og þetta passar rosalega vel inn í rauninni svona árstíðabundin ræktun hjá bændum. Þannig að, og þetta getur verið bara svona sem auka búgrein. Þannig að, já, þetta passar mjög vel inn í það. Það er svona eina í rauninni sem að stoppa okkur hérna á Íslandi varðandi iðnaðarhampinn er vinnslan á honum eftir á. Og við þyrftum í rauninni að hafa eina vinnslustöð sem gæti þá til. Það er ekki vinnslustöð til? Nei. Þyrftum að hafa vinnslustöð sem gæti tekið við þá efni frá öllum bóndunum og sortera það og komið svo aftur til þeirra og þeir komaði það í verð. Það sem við gera við það, því að það er svona alltaf svo ótrúlega margir möguleikar. En eitt af því sem einn af fyrirlesurunum sem er á þessari ráðstefnu, hann er búinn að búa til blóðplasma úr hampfræjum. Já, blóðvökva í rauninni. Blóðvökva. Þannig að við erum að tala að hampurinn nýtist líka vel til lækninga. Hann nýtist vel í alls konar tilgangi í lækningum, bæði sem sagt eins og þarna er búa til blóðvökva sem að nýtist á sem tæki í staðinn fyrir að fá fólk til þess að gefa blóð, þá er hægt bara að búa þetta til úr hampfræjum. Já. En svo náttúrulega líka þá, ef við förum að tala heilbrigðiskerfið þá erum við með CBD sem að náttúrulega hjálpa til við bólgu sjúkdómum, hjálpa til við kvíða og þunglyndi og náttúrulega líka flogaveiki og bara ýmsum öðrum sjúkdómum. Já. En svo erum við með lyfjahampinn sem getur nýst við til dæmis krabbameini, meðferðum á krabbameini getur dregið úr aukaverkunum sem að fólk lendir í þegar það er í krabbameinsmeðferð og í sumum tilfellum hreinlega bara drepi krabbameinsfrumur. Ótrúlega. Já, það er til dæmis orðið standard í Þýskalandi að þegar fólk fer í krabbameinsmeðferð þá fær það upp á skrifað lyfjahamp með.
til Samhliða meðferðinni. samhliða meðferðinni, já. Já, já. En ég persónulega náttúrulega er búin að hafa mjög góða reynslu bæði af CBD-olíunni og CBD-kremunum sem hafa virkað mjög vel á fótapyrring og á sinadrátt og allt mögulegt sem Einmitt. er að hrjá mig og örugglega marga aðra Já, og þannig að þetta það virkar svo lítið inngrip finnst mér. það er bara ekkert inngrip, sko. Nei, það er bara eitthvað og það er heldur ekki efni í þessu sem eru að hafa eyðileggjandi áhrif eins og slímhúðina í líkamannum og svona eins og Nei. Vondarinn og annur slík krem er að hafa á slímhúðu líkamanns þannig að mér finnst ég vera svo náttúruvæn þegar ég er að nota. Þú ert það. Þetta er náttúrulega algjörlega náttúrulega efni og líka náttúrulega bara líkaminn býr til kannabinóða. Við erum bara kannabinóða versmiður, sko. Og framleiðum það líka. Við framleiðum kannabinóða og þess vegna þegar við tökum svo inn kannabinóða þá heldur líkaminn fast í það vegna þess að hann er ekki eins og þú tekur lyf eða eitthvað svoleiðis þá byrjar líkaminn að henda því út eins hratt eins og hann getur. Þá talaði helminguna tíma á lyfum vegna þess að líkaminn bara byrjar að henda því út af því að þetta er eitthvað efni sem maður vill ekkert hafa. Já. En þegar þú setur í því kannabis þá heldur líkaminn því alltaf 11 daga. Þannig að helmingunartíminn er mjög, mjög, mjög langur út af því að líkaminn vill þessi efni, hann vill halda í þau og nýta þau sem best. Og það segir rosalega mikið þessa plöntu. Alveg ótrúlega mikið, sko, alveg ótrúlega mikið. En hvenær er ráðstefnan ykkar? Ráðstefnan er 11. og 12. október og setjum það kannski fyrir neðan en heimasíðan er hemp4future.is og þar er hægt að sjá allt fyrirlesarana sem eru að koma og dagskrána. Við erum með við erum með 15 held ég erlenda fyrirlesara og 2 íslenska. Já. Við erum líka með listasýningu tengda þessari ráðstefnu sem að verður haldin meðan ráðstefnan heldur og meðan ráðstefnan er og svo einhverja daga eftir. Og þetta er bæði er þetta sko listasýning þar sem að áhorfendur taka þátt. Já. Og síðan er þetta líka hún Maren Krings sem er ljósmyndarinn sem ég sagði frá hann. Já. Hún var að koma með þetta eru ljósmyndir sem hún hefur tekið víðs vegar heiminn þar sem fólk er að vinna með hampinn. Og verður þessi listasýning, verður hún í salnum líka eins og ráðstefnan? Nei, hún verður niðri í bæ í galleríi sem ég man ekki alveg hvað heitir okkur núna. En við getum sett það fyrir neðan líka. Já. Og það er mjög áhugavert að fylgjast með því. Svo náttúrulega erum við að bjóða upp á svona VIP-miða. Þar sem fólk getur það er atburðir sem þá bæði á föstudagskvöldinu og laugardagskvöldinu. Já. Og fólk verður bara að hafa samband við okkur beint varðandi það. Já. En þar getur fólk náttúrulega líka komið sér í betri tengsli við þessa framsögumenn sem að koma hérna. Já. Og náð betri kynningu því að sem er mikilvægt ef þú ætlar að fara að gera eitthvað í þessum geira. Já, mér finnst mjög athyglisvert, ég er búin að tala við hann Magnús Þórsson sem er professor við háskóla í Rhode Island í Bandaríkjunum. Já. Og hann er náttúrulega bara í frumkvöðlafræðum. Algjörlega. Bara að kenna í 4 ára nám í háskóla hvernig þú getur í rauninni ræktað, búið til vöru og búið til viðskiptaáætlun og selt vöruna, hvað getur unnið úr henni og hvernig getur selt og hvernig þetta kunna regluverki. En hvernig er regluverki hér á Íslandi að mæta þessu? Það er það sem hefur að gera með Ísland er það að við erum búin að löglega það að má flytja inn fræ og rækta. Já. Svo erum við ekkert komið mikið lengra. Það má flytja inn fræ og rækta ef það er engin vinnsla eða leitt. Nei, það er nefnilega vandamáli og það eins og þetta er nefnilega alltaf mjög gráu svæði og
og það eina ástæðan fyrir því að við erum að fá allt þetta fólkið inn sem kann þetta. Þannig að við erum að vonast til þess að fólk sem stjórnar landinu nýti sér það og fái þetta fólk í viðtal og læri það nú hvernig á að höndla þennan iðnað, því að þetta risastór iðnaður. Og eins og segir, þarna prófessor í Bandaríkjunum við háskóla að kenna þessa frumkvöðlafræði. Þetta rauninni ekki orðið frumkvöðlafræði lengur í Bandaríkjunum, þetta bara risastór iðnaður. Já. Og þannig að við erum svona vonast til þess að fólk nýti sér þetta tækifæri, því að það ekki á hverjum degi sem að við fáum alla þessa sérfræðinga til landsins. Nei, það svo sannarlega rétt hjá þér. Það ég var náttúrulega með spurningu í höfði sem svona datt út hjá mér, en sko frumkvöðlafræði og frumkvöðlafræði, það náttúrulega ef að allt stoppar þegar búið að rækta vöruna, er möguleiki að flytja hana óunna út eða Það alveg möguleiki, já. Þú veist, þú þarft að þurrka hana og síðan gætur alveg, og það hafa bændur sent hana bara beint út. Hún hefur enda verið selt líka, þú veist, blómin og laufin hafa verið selt sem te í verslunum land. Stilkarnir hafa verið notaðir og það sem við höfum alveg gert síðan 2019, 2020 í rauninni byrjuðum við fyrsta flytjinn fræin, sko. Það sem við höfum gert bara að reyna að finna út í hvað getum við nýtt hana hérna á Íslandi, hvernig gengur að rækta hana og í hvernig jarðvegi og hvar á landinu. Og í rauninu erum búin að komast að því að við getum rækta hana hvar sem á landinu. Og þetta snýst bara... Það stór skref, já. Já, það það, sko. Og við höfum fengið til landsins sérfræðing í hampsteypu sem hélt námskeið, þess að fólk fekk fyrst var bara kennt grunnatriðin í hampsteypu og af hverju hún svona náttúruvæn og góð, og svo bara var dýft ofan í að það bara bjuggum til vegg. Og það tók klukkutíma, þá voru komið vegg sem var 2 metrar, og þegar við vorum búin að steypa hann upp, þá slóum við af honum hvað heitir mótatimbrinu, og það bara stóð hann. Hann var bara harðnaði svona rosalega hratt. Þannig að já, magnað að skera þetta bara á einu svona litlu námskeið, að búa bara til heila vegg og sjá þetta gerast. En þetta bara raunveruleikinn. Það búið að búa til eitt lítið hamphús á Íslandi sem arkitektastofa sem heitir hvað heitir það? Ég man það ekki akkurat núna. Lúdika. Og ég setja undir myndbandi þegar þau heita Lúdika. Já. Og þau bjuggu til þetta hamphús og eru búin að vera að fylgjast með því og mæla, þú veist, einangrunargildi og annað og raka og svoleiðis. Og svo planið að þetta verði lagt fyrir og hugsanlega þá samþykkt inn í byggingarreglugerðar á Íslandi, þannig að það megi nota þetta efni sem einangrun í húsum á Íslandi. Ég að velta fyrir mér, sko, að því að þegar það sett stálull eða steinull fyrir einangrun, þá alltaf sett plastlag líka. Já, sem algjört ógeð. Já, að þá væntanlega með hampeinangrun, þá þyrfti ekkert plastlag. Þarf ekkert plast, nei. Og þá miklu minni hætta á að það myndist raki eða mygla eða annað þess að það milli veggja. Akkurat, þarf ekkert plast, og plast í rauninni, með því að setja þetta plast þá erum við í rauninni að eyðileggja húsin, sko, og í rauninni öndunina á húsinu, sko. Já, algjörlega. Algjör vitleysa að nota þetta plast. Já, en þetta hefur komist inn í reglugerðir og svo situr það bara í reglugerðunum. Já, einmitt. Og við sem erum að tala að við ætlum að nota minna plast, þetta kannski væri flott leið til þess að taka á því. Eru framleiddar svona einangrunarplötur einhvers staðar í heiminum? Já, þær eru framleiddar í
Kanada, Bandaríkjunum, Evrópu og mismunandi fyrirtæki sem að gera þetta með, sko, sum að gera þetta þannig að þetta bara svona eins og legokubbar. Já, Það notað sem sagt, já, já, þetta bara Stafla. staflað um hvert annað já, og jafnvel þá búið að gera ráð fyrir rörum inn í kubbanum fyrir leiðslur. já, Þannig að þetta bara eins og búið til legohús og svo líka getur bara stifta á staðnum. já, Bara hellt í ofan í mót og stappa og þú veist, já, stappa og þannig að það er þessir í rauninni möguleikar í þessu. Mér langar aðeins að koma inn á, sko, það er heilmikil framleiðsla í Austur-Evrópulöndunum Já, sem flest hver í Evrópusambandinu. já, Þannig að þau hljóta að vera með reglugerðir sem að við ættum að geta nýtt okkur. algjörlega. Þetta snýst ekkert það. Þetta er bara eins og með allt, Guðrún, þá snýst þetta svolítið áhuga. Já, Og bara, þú veist, hafið þið áhuga að gera þetta eða ekki. Og það er bara svolítið mikið áhuga leysi. Og þú veist, við getum verið löngu búin að gera þetta eins og allar þessar þjóðir sem innan Evrópusambandsins. já, En það að finna fólk sem þú veist, nú erum við að leggja þetta til. Við erum bara félagasamtök sem þú veist, ef engan pening og ekki neina bakhjarla. þess að segja þú væri hugsjónamaður. Já, skilurðu. Já, Og við erum búin að vera að tala þetta núna í 5 ár. já, Og við erum búin að vera í öllum fjölmiðlum og fara inn á þingflokksfundi, tala við alla þessar ráðherra sem eru búin að vera síðustu 5 ár og ennþá bara gerist ekki neitt, sko. bara tala fyrir döfum einum. En nú er Bændablaðið í samstarfi við ykkur, þannig þeir hljóta að vera að kynna þetta svolítið fyrir bændum. Bændablaðið búið að vera mjög öflugt að segja frá hampinum og sem sagt að kynna þetta fyrir bændum sem, þú veist, sem valkost. Já, Og við erum í góðu samtali við þau. Þannig að, og bændur hafa áhuga. Það er ekki spurning, sko. en þarf að koma einhver stuðningur frá ríkinu eða einhver hvatning eða Já, það þyrfti að koma inn stuðningur frá ríkinu til þess að setja upp þessa vinnslustöð. Vinnslustöðina þyrfti, já. Það er í rauninni bara lykillinn að þessu, sko. Já. Og það þyrfti bara í rauninni eina vinnslustöð og svo bara hægt að senda efnið þangað, vinna það, senda það tilbaka. Já. Það er ekkert, og svona vinnslustöð að kosta kannski eitthvað 600 milljónir, eitthvað svoleiðis. Já. En þá ertu bara að koma með, þú veist, til framtíðar vinnslustöð sem getur sinnt öllum bændum á Íslandi. Já. Það myndi vanta land og það er svona hlutir, en mér finnst þetta svo áhugavert og mér finnst þetta svo áhugavert að því að það eykur fjölbreytni í landbúnaði á Íslandi. Einmitt, akkurat. Og við erum náttúrulega mjög mikið, stór hluti landsins á heitavatnssvæðum. Já, og sko við höfum í rauninni, sko, og svo þegar við förum út í lyfjahampinn sem náttúrulega dýrasta varan af þessum öllum þessum vörum. Stilkurinn kannski ódýrastur og svo koma blómin og laufin og síðan ef þú gerir sem sagt úr hinni plöntunni, sem sagt við erum með cannabis sativa sem iðnaðarhampurinn og svo erum við með cannabis indica sem læknahampurinn. Ef við förum að búa til læknahamp, þess að blóm úr læknahampi sem geta búið til læknahamp, þá erum við að tala alveg risastóran iðnað sem til dæmis bara mjög blómlegur í Danmörku. Já, það? Hafa Danir tekið svona vel við sér? Danir byrjuðu að rækta lyfjahamp árið 2018 og þetta orðið einn stærsta bara inngreinin í stærsti útflutningsvara Dana í dag. Þetta ein af 3 stærstu útflutningsvörum Dana. Og þeir vinna ekki einu sinni blómin, þeir bara rækta þau og senda þau landi. Og ef þeir myndu vinna það svo í fullana vöru, þá væri þetta orðin risastór. Milljarða, marg milljarða. Þetta náttúrulega milljarða
bara útflutningur ræktunin, sko. Já, en margmilljarða ef að Já, hitta til, já. þú veist, og á Íslandi gætum við auðveldlega bara, þú veist, ræktað og selt úr landi, bara ræktað og selt úr landi, það myndi koma í staðinn fyrir allan túristaiðnaðinn, sko. Það er virkilega. Við erum að tala um alveg risastórar upphæðir. Já, Og þess vegna skilur maður ekki af hverju það er ekki meira áhugi. ég skil þig vel. Þarna er alveg gullið tækifæri. Já, og við erum svolítið að missa af þessu tækifæri því að það eru flest lönd komin inn í þetta. Af því að þetta er í rauninni framtíðin í sko heilbrigðisgeiranum, þannig hann liggur þarna. En menn þurfa átt að sjá því og það þarf ekkert að breyta miklu hérna í Íslandi varðandi lög og reglugerðir því að nú þegar höfum við lyf á markanum sem er með CBD og THC. Já, En það er bara leyft fyrir mjög lítinn sjúklingahóp. hvaða lyf er það? Lyfið heitir Sativex og það er 50% CBD, 50% THC Já, og það er í rauninni, ég held að sé bara leyft fyrir MS sjúklinga á Íslandi. og hefur það verið að skila góðum árangri þar? Já, ég held það. Allavega hefur það skilað það góðum árangri að það hefur verið Leyft. trial og það er leyft fyrir þennan hóp. Já, já. En sko Eigum við ekki bara að segja að við getum gert svona og vakið alla? Já, fyrsta skrefið er náttúrulega að koma Já. og koma á ráðstefnuna Já. og læra hampinn og allt sem hann getur gert. Já, Og þetta er svona, þú veist, ég er alveg viss um það að ef fólk mætir þarna og hlustar á þessi sérfræðinga og fer svo heim eftir þetta, það verður uppveðrað og öll tækifæri sem liggja í þessari plöntu, þau eru svo gríðarleg. já. Og þetta er allt saman jákvætt. Það er það besta, sko. Já. Það er jákvætt fyrir umhverfið og það er jákvætt fyrir fólkið og það er jákvætt á allan máta. Akkurat. Þannig það er alveg stórkostlegt. Ég segi bara gangi ykkur ofboðslega vel. Já. Ég sjálf ætla að mæta og ég er alveg rosalega spennt. Því Já. að bara eftir sem ég læri meira þá veit ég hvað ég veit lítið þó ég þykist lítið. Það er nefnilega mál. Og ég sé svo mikil flott tækifæri í þessu. Já, Í landið, sko. það er það, sko. Já. Þannig að ég set allar upplýsingar hér fyrir neðan hvar hægt er að kaupa miða og hver þetta verður og annað þess áttar. Og ég hveti ykkur sem að hafi verið að hlusta á okkur til að mæta á þessa ráðstefnu því þetta er svo sannarlega ráðstefna fyrir framtíðina og að hún gæti orðið fyrir mjög góða framtíð fyrir okkur á Íslandi. Svo ég segi bara takk fyrir í dag. Ef þið eru sátt og ánægð við það sem þið voruð að hlusta á, smellið endilega á like og það væri frábært að þið smellið á subscribe líka. Takk.